okkur heitið því hefur hann og svíkur ekki neinn. Okkur anna fullan bikar því þú blessun veitir mér. Með vissu nú ég veit að ég hef verið með þér. Nú ertu faðir okkur nálægur í dag. Ég finn náð og mikinn kraft sem fyllir húsið. Gleði í augum hvers og eins ég sé, heyra englavængjum þitt. Nú ertu faðir okkur nálægur í dag. Heilög kyrrð allt umkring oss, dýrð hans skrýnir hjarta mitt. Ég snert hef faldinn hans fata, ég hef frelsara minn hitt. Ég á barma fullan bikar, því þú blessun veitir mér. Með vissu nú ég veit að ég hef verið með þér. Nú ertu faðir okkur nálægur í dag. Ég finn náð og mikinn kraft sem fyllir húsið. Gleði í augum hvers og eins ég sé, heyra englavængjum þitt. Nú ertu faðir okkur nálægur í dag. Nú ertu faðir okkur nálægur í dag. Góða kvöldið og velkomin í Guðsþjónustu í Lindakirkju. Við ætlum að eiga notalega stund saman í kvöld, heyra Guðs orð og syngja saman. Við píanóið situr Óskar Einarsson og í kvöld erum við með hluta af kór Lindakirkju. En í dag er síðasti sunnudagur kirkjuársins og aðventan á næsta leyti. En vers vikunar eru Lúkasar Guðspjalli og hljóðar svo: Verið því girt lendar og látið ljós yðar loga. Að við hefjum stundina að signa okkur og biðja saman upphafsbæn í nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Þá fáum við upphafsbæna. Já. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi Andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda í hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð, iðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og lífverði. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Og nú fáum við að heyra lagið Þú ert mér ætíð nær. Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í
ritningalestur dagsins úr Sálmi 63 og það er svo fallegt hvernig þetta lag sem við vorum að syngja og lagið sem við fáum að heyra hérna strax á eftir að ramma inn þennan texta í Sálmi 63. Það hljóðar svo: Drottinn, þú ert minn Guð, þín leita ég. Sál mín að þyrstir eftir þér, hold mitt þráir þig. Í vatnslausu landi skrælnuð af þurrki. Þannig hef ég litast eftir þér í helgidóminum, til að sjá mátt þinn og dýrð. Miskunn þín er mætar en lífið, varir mínar skulu vegsama þig. Þannig mun ég lofa þig á meðan ég lifi, hef ég upp hendurnar í þínu nafni. Ég mettast eins og að feitmeti og með fagnandi vörum lofar þig munnur minn. Þá er ég minnist þín í hvílu minni, hugsa þig á næturvökunum, því að þú komst mér til hjálpar, í skugga vængja þinna fagna ég. Sál mín heldur sér fast við þig og hægri hönd þín styður mig. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og nú fáum við að heyra: Ég vil dvelja í skugga vængja þinna. Þá með rís á fætur þeir sem treysta ykkur til og heyrum heila Guðspjall. Þeir ritaðir Jóhannesar Guðspjalli. Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þýt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur, né hvert hann fer. Svo þann sem af andanum er fæddur. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lofsið þér Kristur. Og við stöndum áfram og játum saman trúna okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og með þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju,
samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upplýsum mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá ætlar hún Gógó að flytja fyrir okkur lagið Þú ert mitt athvarf, Guð. Þú mér fáið sæti. dásamlegt. Svona lofum við Guð, eins og í laginu, bæði þegar gengur vel og eins þegar gengur kannski ekki alveg jafn vel. Og á hverjum sunnudegi þá komum við saman í kirkjunni og við lofum Guð. Og þess á milli getum við lofa Guð bara hvar og hvenær sem er, í bílnum eða heima, í bæn eða jafnvel söng. Að þegar við lofum Guð, þá styrkist trúin okkar.
og sambandi okkar af Guð. Og ef þið bara staldrið aðeins við og hugsið, þá svo rosalega margt sem við getum lofa Guð fyrir. Bara hvern nýjan dag sem við fáum að lifa, fyrir fjölskyldu okkar og vini, fyrir náttúruna hérna á Íslandi og hreina vatnið, fyrir ástina, fyrir tónlistina og svo margt fleira. Og við lofum Guð þegar við hlustum á kórinn syngja lofgjörðalög. Sálmaskáldi Davíð sem orti Sálm 63 sem ég las áðan, hann segir á einum stað: þannig mun ég lofa þig meðan ég lifi, hefja upp hendurnar í þínu nafni. Kannist ekki við það þegar kórinn að syngja að þið eiginlega getið ekki setið kjur og viljið bara standa á fætur eða lyfta höndum. Ég allavega þekki það. Og þá læt ég það bara eftir mér. Að því að við þurfum ekki að sitja í kirkjunni með sætisbeltin spennt. Það má standa upp ef maður vill og það má lyfta höndum, bara ef mann líður þannig. Og mér langar að hvetja ykkur til þess, ef þið fáið löngun til þess, bara að láta það eftir ykkur. Að það bara gerist eitthvað. Bara eins og Davíð segir í framhaldinu: ég mettast eins og feitmeti og með fagnandi vörum lofar þig munnur minn. Og ég veit ekki hvort þið kannist við þetta, en margir hafa talað þetta tóm sem maður getur fundið hérna innra með sér. Og margir hafa reynt að fylla með mikilli vinnu, með mat, áfengi eða bara einhver allt öðru. Þetta tóm, það verður ekki fyllt nema með Guði. Og það Guð sem fyllir þetta tóm þegar við bara sleppum tökum og opnum hjarta okkar fyrir honum og bjóðum Jesú velkomin inn í hjarta okkar líf. Þá gerist eitthvað að fyllist þetta tóm. Það svo við fyllumst af kærleika Guðs. En það annað sem ég langar aðeins að koma inn á í dag, að þegar í dag alþjóðlegur minningadagur fórnarlömb umferðarslysa. Og dagurinn til að minnast þeirra sem hafa látist í umferðinni og leiða hugan að ábyrgð hvers og eins í umferðinni, en ekki hvað síst að þakka þeim viðbragðsaðilum sem veita hjálp og björgun. Frá því að fyrsta banaslysið var skráð hér á landi árið 1915 hafa tæplega 1600 manns látist í umferðinni á Íslandi. Og það sem af þessu ári hafa 7 látist. Og enn fleiri hafa slasast alvarlega og að takast á við áföll, sorg og jafnvel eftirsjá af þessum völdum. Og það má því segja að allt samfélagið deili með sér alvarlegum afleiðingum umferðarslysa, því að vart til sá einstaklingur sem ekki þekkir einhver sem hefur lent í alvarlegu umferðarslysi. Og það því til mikils að vinna til að koma í veg fyrir slysin og megi þessi dagur efla vitund okkar og ábyrgð fyrir því. En lagið sem þið hefur nú heyrt örugglega í auglýsingum núna í sjónvarpinu þegar við tala þennan dag, lagið When I Think of Angels. Það orðið einkennislag minningardagsins á Íslandi. Lagið samið af KK og sungið af Ellen systur hans, en Kristján samdi lagið til minningar systur þeirra sem lést í umferðarslysi í Bandaríkjunum árið 1992. Og nú fáum við heyra hana Dilja flytja lagið When I Think of Angels. I think of you. And your flaming red hair and the things that you do. I heard you had laughed. No, it couldn't be true. When I
Speed to you, angel, wherever you go. Although you have left, I want you to know my heart's full of sorrow. I won't let it show. I'll see you again when it's my time to go. Of angels, I think of you. And your flaming red hair and the things that you do. I heard you had laughed. No, it couldn't be true. Dásamlegt. En nú koma bænastund. Við höfum þann háttin á hér í Lindakirkju. Við eigum hvert og eitt hljóðastund þar sem við berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla. Og á meðan kórinn syngur fyrir okkur fallegt lag. Og svona í tilefni dagsins þá vil ég benda ykkur á líka sem heima sitja og fylgjast með í streymi að kveikja á kerti fyrir fórnarlömbum umferðarslysa og fjölskyldum þeirra. Góði Guð, ég þakka þér fyrir að þú heyrir bænir okkar.
Viltu mæta okkur hverju og einu á þann hátt sem við þurfum. Og við byggjum þér sérstaklega umvefja þau sem hafa mist ástvin í bílslysi og lækna þau sem hafa slasast. Viltu gefa okkur öllum visku og vera með okkur í umferðinni alla daga. Þess byggjum við í Jesú nafni og allar bænir okkar felum í bæni sem Drottinn kenndi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þau með rís á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Og nú fáum við að heyra loka lagið Bless Me, það ekki?
Herru, þá segi ég bara takk fyrir stundina og förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, ég er það.